Komið öll marg blessuð og sæl. Við hjá Sindrafréttum vildum bara benda ykkur á það að þið getið farið inn á síðun okkar á Facebook og þar getið þið fundið hnapp eins og sýnt hérna í myndbandum. Þá getið þið smellt á þennan hnapp, farið í Get Notifications og þá fáið þið alltaf tilkynningar allt sem við setjum inn á síðuna. Já, einfaldara gæti það nú ekki verið, eins og hann Kári í Vilko myndi orða það. Já, komið blessuð og sæl og velkomin hérna í Vilko Challenge-ið. Ég með hann Þorlák Helga hérna í stólnum og Felix hérna fyrir aftan mig, tilbúin að klippa hann. Hvernig líst þér á þetta, Helgi? Þetta er alveg ömurlegt. Þetta er mjög óþægilegt, sko. Ert þú búinn að velja klippingu? Nei, þeir veldu hann alveg sjálfur, því miður. Já, þú færði ekkert að segja um þetta? Nei, litur og allt, sko. Já, þegar þú fær lit og allt? Já, þetta er luxus. Illi var eitthvað að tala um að hann ætlaði að taka augabrúnina með. Já, ég veit ekki hvort það sé í pakkanum, sko. Er það með? Nei, ég ætla ekki að fara svo langt. Það ætlar ekki að fara Ég ætla hann að halda þeim. Heyrðu, hefur ekki bara að vinda okkur í þetta? Jú, ég til. Sjá, ég er að græjurnar eru eitthvað að setja upp á marga fiska. En Felix er byrjaðar að barst skera hliðina á Helga. Jú, þetta er fínt, maður. Það er ekkert að taka hérna við eyrað. Bara fara nógu hægt í þetta. Hvernig klippingu ertu að gera á hann, Felix? Sko, þetta er svo gölluð, ég segi ykkur að þetta er smávegis stundklippingi. Já. Já, eins og þið sjáu, þetta, hérna fárið þið smá forsmekk af klippingunni. Já, þetta er helviti fínt. Það var vandræðilegt. Já, þess má til gamans geta að Illi skaust niður á Höfn. Við erum hérna upp í Nesum eins og glöggir aðdáendur okkar sjá. Hann skaust niður á Höfn og ná í aðra rakvél. Svona til þess að kannski þetta gangi aðeins betur en hjá honum Felix. Þó að hann sé nú algjör meistari með bartskeran. Þetta er náttúrulega mjög góð eins og einn rakvél. Ná að, þú veist, það væri kannski betur að nota þetta hérna. Nei, þetta hér virkar ekki mjög vel. Notum bara bartskeran. Notum bara bartskeran. Þetta gengur ágætlega hérna. Hérna erum við eitt svokallað skott. Sjáu þið hérna. Síðan bara hendur maður því hérna í burtu. Sko, ég held að við ætlum að halda smá takti hér. Já. Ok. Ok, gýrum okkur aðeins. Svo var það náttúrulega Ronaldo-toppurinn. Var það ekki? Jú, hann var umrættur, sko. Já, með helviti mikla flösu, Helgi. Já, ég. Jú. Það er, mönnum með flösu er best að lifa, hef ég nú heyrt. Og síðan náttúrulega það sem er dálítið skemmtilegt er að þú mátt ekki klippa þig eitthvað meira bara fyrir eftir, hvað, var það ekki 3 vikur? Nei, við semjum það eftir. Semjum, það fyrir kannski svolítið eftir hvernig það lítur út. Já, hún er flott, já. Já, það er engar líkur að það verði þannig. Þú verður allavega ekki flott. Þetta er nú allt í þágu Vilko. Já, maður verður nú að standa sjálfan sig, sko. Já. En þetta er... Annars farið líka engan varning frá Vilko. Já, þetta er að þess virði, sko. Já, algjörlega. Hvað er þið? Vilko, besta fyrirtæki í heiminum. Það er hárið rétt, síðan. Eins og maðurinn sagði, þá er Vilko manni best að lifa. Sjáu þið hvaða tækni við komum með? Já, þú ert með rosalega góða tækni. Þú mokar svona hárinu og rakar svo. Þið þurfið ekkert sköðu. Nei. Þetta er nú eiginlega bara hálf skafa. Anskotin. Og það er, við erum kannski líka aðeins að reyna að snúa tískunni við, sko. Það eru flestir með, sjáðu til, ekki með hár hér á hliðunum, en sko þá með hár hérna uppi, eins og ég er til dæmis með svona keimin af. En það er svolítið öðruvísi síðan með hann Þorláki, sko. Þið sjáu það hérna, hann er með hár í hliðunum. Það er nýtt trend. En ekki hérna uppi. Hérna er hann alveg nánast sköllóttur, strákurinn. En síðan er náttúrulega líka nýtt að hafa toppinn, sko. Já. Við þurfum kannski aðeins að minnka hann. Já, hann er alltaf... Það verður bara nýtt trend. Þetta verður rosalega flott. Hvar á kremið að fara? Það á að fara hérna, bara hérna beint í hárið. Beint í toppinn. Heldur þetta sé nóg? Það er hallan verið eitthvað. Já, það er kannski ágætt. Kannski... Jæja, þá erum við komnir í sturtuna og erum að fara að skóla hausinn á Helga. Er þið að fara að svíða í hausinn, Helgi? Það er að kíkja aðeins og
Svíður. Bílar og svíðir segir hann. Ok. Let's go. Þetta lítur bara helviti vel út. Svo tökum við svona... Hvernig líður þér núna? Hérna taktu bara, hún Mjög illa. Ég sé svo eftir þessu. Já, en þú varst náttúrulega bara áskuraður. Já. Þú gert að geta gert. Já, vá hvað þessi er góð maður! Það er líka allt annað. Við hefum kannski átt að nota þessa frá upphafi. Þetta er ekkert fyndið, þetta er bara mjög fínt og allt það. Já, þetta er ekkert fyndið. Þetta er bara mjög fínt. Einu er kannski betri. Og allt það. Þetta er ekki hvað það er öfur. Sko, ok, ég ætla að ekki gera smá... Ég held að Felli myndi gera það. Sko, hafna sko. Já, þessi, hann virkaði vel. Herru, Vilja, það er að laga aftan á. Nú er hann fullkominn. Þetta var alveg búinn yfir í. Þetta er flott, hafði hann svona. Þetta er bara mjög nett. Já, það er bara að klappa þar og kláða. Stóttu hérna inn og kíktu nú í speil. Hvað er þetta? Þetta er ekki að grína. Nægmerki hérna. Óimar og alveg snúðan sko bletti. Finnst þetta ekki fínt? Þetta er ógeðslega. Ekki aftan, það er ekki betri. Það er byggt til þetta Ég sé ekki aftan. Já, það er betur, þú sér það mjög. Sér það bara í minnvættinu. Það er mjög nett að Hvað er það víslega? Þetta er ekki það. Það er ekkert að þessu, þetta er flott. Já Helgi, þú ert búinn að standast þessa áskorun með príði og færið það launum hér, vilk og hlökkbrauð. Þú ert svo fyrsti sem færið þetta Glæsilegt. Þetta er geðveikt rökkur. Til hamingju. En þá er komið að máli málana. Ertu komið með áskorun? Já, herru, ég ætla að skora á Kenan, Rodri og Eldin. Þeir eru að smakka eða borða íslenska þorramatinn. Já, þetta er góð áskorun. Já, á útlendingan. Þú vilt kannski segja þetta á ensku? Ég veit nú ekki alveg hvernig maður segir þorramat. Nei. Við bara útskýrum það fyrir Útskýrum þetta fyrir þeim á æfingu. Þá er bara boltinn komin yfir á útlendingan okkar 3 og þeir eiga að fara að fá sér súrmat í næstu viku. Takk fyrir orðið.